Það sé ekki. Þú varst að klára Laugardalshlaupið. Sigraðir 70 ára og eldri í aldursflokkinn. Já, víst. Segðu mér hérna, þú ert nú búinn að hlaupa á nokkra. Já. Hvernig var þessi? Þessi var sá erfiðasti sem ég hef farið. Já, að hvaða leyti? Það var bara frá Bláfjallakvísl eða eiginlega frá því rétt innan við hérna Álftavatn. Já. Og alveg nokkurn veginn að Emstrum þá var mikill mótvindur og sandstormur. Já, enda sést það í andlitinu þér, þú ert með nokkuð mikið að markeraðar á sandinum í andlitinu, eins og flestir hlaupararnir. Já, já. Þannig að þetta var ströggl þarna sandarnir. Þeir voru mjög erfiðir. Man gat ekki hlaupið, sko. En frá Emstrum, hvernig var? Gott frá Emstrum. Gott frá Emstrum. Þannig að þetta voru sandarnir í rauninni sem voru erfiðir. Já. Alveg og eiginlega frá Álftavatni, sko, Bratthálsinn sem þarna rétt austan við Álftavatn, hann var mjög erfiður. Já. Þannig að hérna, voru einhverju hlaupar að samferða þér eða einhverju sem að þú sást sem að voru að ströggla, einhverju útlendingar eða eitthvað? Já, ég var samferða tveimur konum yfir sandana, sko, og við svona skildum hvert öðru dálítið. Já. Á tímabilinu. Já, númer hvað er þessi Laugavegur? Þetta er 8. Laugavegur. 8. Laugavegur, já. Og hérna, varstu tíminn náttúrulega kannski, þú átt betri tíma en þetta, eða ekki? Jú, þetta var, í sjálfu sér var ég alveg hissa hvað tíminn var góður, sko, miðað við hvernig þetta var. Já, allt, maður sætti sjálfur við það. Já, og þú veit ekkert allar að gera meira, allar að taka fleiri Laugavegi? Sko, ég ákveði alltaf í lok hvers Laugavegar að hætta. Já. En svo kem ég alltaf aftur, þannig að ég veit ekkert hvað gerist. Frábært, til hamingju. Takk fyrir þetta. Já, takk.